14. liður skýrsla bæjarstjóra til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara byrja á því að fagna þessum síðasta lið þar sem ákveðið er að hækka útsvarsprósentuna en að lækka tekjuskattshlutfallið á móti. Þetta er hluti af stóru samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga varðandi fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks eins og fram kom og þetta mun skipta okkur mjög miklu máli og ekki síður önnur sveitarfélög í landinu en þetta hefur verið sá málaflokkur sem hvað erfiðast hefur verið að sinna fjárhagslega hjá sveitarfélögunum landinu þannig að ég gleðst mjög yfir þessu og þarna staðfest yfirlýsing samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem hann gaf á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga nú í haust þar sem hann lofaði auka fjármagni inn í málaflokkin þannig að ég fagna þessu mjög. En ágætu bæjarfulltrúar frá síðasta bæjarstjórnarfundi þá hefur náttúrulega venju verið ýmislegt að gera. Mér langar fyrst að nefna að í síðustu viku var fyrsti fundur starfshóps borgarstefnu þar sem við Gunnar Már Gunnarsson bæjarfulltrúi erum fulltrúar Akureyrarbæjar og það er alveg gríðarlega áhugaverð vinna framundan en sömuleiðis umfangsmikil og ég vona að hún muni skila okkur og sveitarfélaginu góðri niðurstöðu. Við ákveðum nú þegar að ákveða fundartíma og fundardagskrá þannig að allir fulltrúar geti gert viðeigandi ráðstafanir og þannig að ekkert verði sem trufli þessa fundi okkar, aðrir fundir eða annað sem fundarmenn eða þeir aðilar sem sitja í starfshópnum þurfa að sinna. En ég bara hlakka til, þetta verður spennandi og virkilega áhugaverð vinna. Ég sit reglulega fundi í stafrænu ráði Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem við erum að fara yfir stöðu og innleiðingu og samræmdum kerfum og berum saman bækur okkar þennan stafræna heim þar sem gríðarlega mikið að gerast og hann er spennandi en hann er líka flókinn og ég verð að segja ég lít á stafræna ráðið sem mikilvægan vettvang til þess að deila reynslu og spyrja spurninga. Það er svo margt þarna sem maður þarf einhvern veginn að átta sig á og ná að skilja en það er margt í gangi og við munum sjá árangur af þessari vinnu mjög hratt núna. Nú ég átti gott samtal við bandaríska sendiherrann frú Karen F. Pattman í síðustu viku og svo langar mig að nefna það að það var alveg sérstaklega gleðileg stund hérna í síðustu viku þegar fyrrverandi samstarfsfólk okkar og starfsfólk Akureyrarbæjar sem nú hætt störfum sökum aldurs var boðið að koma í jólakaffi og skoða breytingar sem hafa orðið á ráðhúsinu síðustu árin. Og það er gaman að nefna það í kjölfarið þá fékk ég nú bréf frá fyrrum samstarfsmanni eða starfsmanni ráðhúsins sem fór yfir sögu skipulagsbreytinga á stjórnskipulagi Akureyrarbæjar frá 1970 til vorra daga og það er nú gaman að sjá það að það fer allt í hringi. Og talandi starfsfólki þá langar mig til þess að nefna það að ég hef síðustu 2 vikur átt starfsmannasamtöl við sviðsstjórana hjá okkur og mig langar til þess að nota tækifærið hérna og hrósa þessum góða hópi fyrir sín störf. Það er mikið ábyrgðarstarf að vera sviðsstjóri og því fylgja fjölbreyttar áskoranir sem þau takast á við af fagmennsku, metnaði og trúnaði við samfélagið sitt og við erum ótrúlega heppin með æðstu stjórnendur hér hjá Akureyrarbæ og það er alveg ástæða til þess að nefna það alveg sérstaklega hér. En ég vil óska þeim sem og öllu starfsfólki Akureyrarbæjar en ekki síður ykkur, kæru bæjarfulltrúar, gleðilegrar hátíðar og farsældar að komandi ári og vil gjarnan þakka ykkur fyrir einstaklega gott samstarf á þessu ári sem að líða. Takk. Þökkum bæjarstjórunum Ásthildi Sturludóttur fyrir.
Eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 8. og 15. desember 2022, bæjarráð 8. og 15. desember 2022, fræðslu- og lýðheilsuráð 5. desember 2022, skipulagsráð 14. desember 2022, umhverfis- og mannvirkjaráð 7. desember 2022, velferðarráð 14. desember 2022 og hægt að nálgast fundagerðirnar inn á heimasíðu Akureyrarbæjar. Annars þakka ykkur kærlega fyrir síðasta fund ársins og fundi slitið 16:28.